og einnig munum við fara aðeins yfir flýtilyklana, Ctrl og Insert og Ctrl og Delete. Já, ég kem bara inn á það á eftir og ætla að skipta hérna yfir í bókhaldskerfið. Þá förum við hérna í þjónustukerfið sveitarstjóra og í samninga. Yfirlit samninga. Afmörkum okkur við tegund og núna ætla ég að vinna með leikskóla gjöld og þá afmarka ég mig hér við leik. Þá fæ ég upp þá samninga sem eru samþykktir með tegundina leik. Ef ég hérna sé nú kannski að vantar eitthvað samning eða að þá gæti hann verið undir annarkvort umsókn í athugun í bið undir ykkur öðru. Eins og ég sitt hérna tek umsókn með, þá miklu fleiri samningar. Svo gott að leita hérna maður týnir samningum. En þetta myndin sem maður vinnur oftast með. Hér ætla ég að opna samning og það sem að kemur, þetta hérna bara númer í rúllandi röð sem að kemur yfir samningana og tegund þó leik, kennitala og þá kemur þetta sjálfkrafa hérna nafnið og staðan samþykkt og hún gæti verið eins og vorum að skoða á þann umsókn og lokið og dagsetning samnings, hér það 1.1.2016 og upphafsdagur 1.1.2016. Þó að upphafsdagsetningin gæti verið önnur, gæti verið 1. febrúar eða verið að skrá eitthvað fram í tíman. Ef maður veit að samningi lýkur á ákveðnum tímapunkti, þá getur maður líka sett inn lokadag. Og svo hefur við með leikskóla umsóknir og þá hérna setjum við inn kennitölu barns. Þá kemur það með, það hérna til leikskóla umsókn. Og svo komum við hérna að samningslínunum. Þá það sem verið að innheimta fyrir. Þetta kannski svona frekar einföld að gera þetta leikskólareikning. Þannig loft einhverju kortir og afslættir og líka, en þá það bara greiðsluliður fyrir það. Og á bakvið hvern greiðslulið forði og ég ætla að fara aðeins í hvernig við stofnum forða. Þá fer ég í forðana. Ég ætla bara að afmarka mig hérna við þennan viðskiptareikning sem við erum með. Og hér forði fyrir morgunverð. Opna hann. Og gott að hérna skýra að hafa svona einhverja reglu á númerórum á forðanum að vera þá með deildina og bókhaldsleikilinn í heitinu. Svo hérna bara tegund sala, grunnmæling í þessu tilfelli eining. Það hægt að vera með klukkustundir og hérna ýmislegt, en oftast erum við með einingu. Forðaflokkur. Hér ég með forðaflokk fyrir F2. Þá hér inni fyrir morgumat og hérna síðdegisressingu sem á sama verði. Ég fer hér í ítarlegt til að skoða þennan forðaflokksnúmer betur. Þá ég með verðin á forðanum hér inni. Og bara 1.1.2016 verði 1800, 2017 hækkar það í 2100, þá getur maður haldið líka utanum gjaldskrána hér. Ef maður með marga leikskóla og alls staðar sama verð, þá þarf maður bara að breyta verðinu á einum stað.
undir þessum forðaflokk þá breytist fyrir alla leikskólana verðið á morgunmat og síðdegisreisingu og þá eins síðan með hádegismat, dagvistagjöldin og allt það. Það var mjög gott að nota þennan forðaflokk frekar en að setja verðið beint á forðan. En það er vissulega hægt líka, en þá þarf að fara inn í hvern og einn forða til að breyta verði þegar þau breytast. Nú svo þurfum við að hafa deildina sem að þetta tekjufærist á og viðskiptareikning og svo er almennu vörubókunarflokkur. Og við þurfum að skýra hann og í þessu tilfelli heitir hann 0954, sama á fjárhagsreikningurinn. Og fyrir við hérna ítarlegt, ef við erum að gera nýjan, þá myndum við gera nýtt. Fyrir við ítarlegt og sjáum hann hér og hér þarf að fara í uppsetningu og breyta. Afsakið, ég var vitlaus í línu, við erum í neðri línunni. Og setja inn fjárhagsreikningin í þessa 4 dálka og þetta er þá númerið á almenna vörubókunarflokknum sem er sama og á fjárhagslyklunum og innlendir hér. Þetta er sem sagt stýringin á tekjulykilinn og svo bara og í lagi. Þá kemur hann hérna og svo þarf að setja inn vaskvörubókunarflokk. Í leikskólagjöldum er það bara 0. Ef við værum með eitthvað sem að væri að bera vask, að þá væri það bara það sem að við ætti, 24% eða. Að þetta er svona þar forði að líta út og það er aðalega að passa þennan almenna vörubókunarflokk að setja fjárhagsreikningin þar inn. Nú lokum við forðanum. Og skellum okkur aftur hérna yfir í þjónustusamninginn. Og við ætlum að kíkja á greiðsluliðina núna. Annaðhvort er þetta að bora sig niður úr spjaldinu eða vera hérna í þjónustukerfi, uppsetningu og greiðsluliðir. Þá fæ ég hérna alla greiðsluliði, afmarka mig hér, smelli á leikhóla og geri allt og F3. Þá er ég bara með þennan viðskiptareikning. Opna, halda mig bara hérna við morgunmatinn. Og svona lítur greiðsluliður út. Þá er tegundin leik og kódinn, gott að vísa í deildina. Og lýsing morgunverður, tegund bókana, gjaldfærsla debet á viðskiptamann. Þetta er, maður notar þetta oftast. Og einingaverð, það er forðaverð, því að það sækist á forðan í þessu tilfelli. Ef maður væri með verðið á samningslínu, þá myndi maður velja samningslínu, en við mælum eindregið með að nota alltaf forðaverð. Nota mánaðar hlutfall, haki það því að hefur að rukka þetta mánaðarlega og fjöldi eininga eru hérna á samningslínunni. Bókunin, þá fer þetta í fjárhag í gegnum forða og hér er forðinn sem við vorum að skoða áðan sem að stýrir því hvert þetta bókast, tekjurnar. Og hér erum við þá með að því að við sitjum upp á forðanum hvaða deild þetta bókast á og því erum við með hér sækja deild af forða og viðskiptareikningurinn leikhólar. Og svona lítur típiskur greiðsluliður út. Þá ætlum ég að fara hérna aftur í samningana. Já, afsakið, hér eru við með
Bókaða gjaldfærslur. Það eru þær færslur þar sem að búið er að gera sölureikninga og búið að bóka. Núna ætla ég að búa til nýjan samning. Að opna, kannski segjum að ykkur sé með 2 börn á leikskólanum. Og þá þarf að vera hvor samningurinn. Samningur fyrir hvert barn. Þegar fara í þennan hérna neðsta, breyta honum, fara hér í aðgerðir og afrita í nýjan samning. Þá fæ ég upp, bara valið tegund þjónustu, það á leikskóli. Og þá hérna komið nýjan samning sem alveg eins og hinn. Þessi númer spjald 28, hinn var 25, en þeir eru nákvæmlega eins. En hér kemur umsókn, ég breyti því í samþykkt. Þetta sami forráðamaður. Upphafsdagur gæti verið hérna 1. júní, þá breytir maður því bara. Og ég gæti breytt kennitölu, sett aðra kennitölu, eða þetta væri bara, allt annar aðili og annar barn, en þetta sami aðili hér í þessu tilfelli og bara annað með 2 börn. Og þá erum við að velja barnið hérna. Og segjum svo að það barn sé hér í 8 tíma vistun, þá er bara 8 hérna á honum. Og segjum bara þetta sé líka, en ef þetta fast, þá kemur þetta eins mánuð eftir mánuð og það ekki þá áhyggjur af að breyta neinu nema að sé breyting bara hreinlega á vistun. En þá væri hægt að ef einhver ætti að fá til dæmis afslátt einhverja hluta vegna bara núna, þá veljum við hérna einskiptis, að þá það bara þetta eina skipti sem að það með og svo í næstu keyrslu þá það ekki með. Hérna ef það væri einhver aukavistun að þá kæmi 1, 2 eða hvað það væri hér og svo næst þetta gert, þá það dottið út. Þá þessi bara tilbúin, þessi nýji samningur. Og hér það komin, það eru 2 hérna á þessu önnu. Og nú ætlum við að stofna færslur fyrir október mánuð. Og fyrir samningur stofna færslur, vel október, ég ári á eftir. Og vel hérna október og fyrir forskoðun. Þá til keyrsla og þetta stofnast, þetta getur verið fínt til að lesa yfir og maður með nöfnin á börnunum. Og þá komið hér upphæð til bókunar. Og þetta smetla hérna á til að sjá hérna hvað á bakvið. Og við sjáum að þetta sé allt í lagi, þá myndum við fyrir að búa til sölureikninga. Ef það eitthvað sem þarf að laga, sem við förum að breyta þessum, sjáum hann eitthvað að. Þetta átti að vera 5. En þá þurfum við að eyða óbókuðum færslum á þennan aðila og stofna færslusnar aftur, svo komið réttar. Svo þá að því ég var inn í þessu spjaldi, þá reiknast bara á þennan samning. Getum, ef við sjáum að hér búið að við þurfum að gera þetta allt aftur og við erum ekki búin að búa til sölureikningana,
Þá er allt hægt að fara hérna í eyða óbókuðum. Og sjáu þá erum við ekki með neitt núna til bókunar. Og svo bara er lagað, stofnað aftur. Svo nú er bara komið að búa til sölureikninga. Smellum við hér og bókun, setja október. Og forskoðun til að keyra keyrsluna til að mynda sölureikningana. Förum inn í sölureikninga. Þá erum við komin hérna með 4 reikninga. Og hér, af því að þessi hérna er lifa með 2 samninga en það verður til 1 reikningur. Og fjölda bóka. Við setjum passa dagsetninguna. Og þá eru þeir bókaðir og svo er það bara innheimtu ferlið að gera kröfur. Næsta skref, en við förum ekki í það hér. Til að fara aftur hérna inn í þjónustukerfið. Og þurfum við að bakfæra reikning. Þá förum við hér í bókaða gjaldfærslur, við þurfum að bakfæra hérna þetta reikning. Við þurfum að bakfæra segjum bara hérna septemberreikningin. Þá er nú að vera bara í einhverri línu, sjáum hann er hérna 4 línur, vera í einhverri línu og aðgerðir kreditfæra. Setjum inn dagsetninguna og forskoðun. Þá verður hérna til kreditreikningur og svo þarf þá að fara inn í sölu kreditreikning. Þá erum við með hann hér og bara bóka hann. En alltaf að bakfæra þessar reikningar sem eru stofnaðir í þjónustukerfi, að bakfæra þá í þjónustukerfinu. Aðeins afmörkun. Svo er ég hérna með flýtilykla dagsins. Það er control og insert, ef maður vil bæta við línu, hvort sem er í færslubók eða er það bara control og insert, þá er hérna til ný lína. Og control og delete ef maður vil eyða línu. Og svo er náttúrulega líka hægt að smella hérna ný línu og eyða línu og þá sér maður hérna flýtilyklana og að gera að nota þá. En þetta eru alls þar sem ert í svona skráningu og línum að þá getur þú notað control og insert og control. Og þeir sem voru í eldri útgáfum af sem horfa þetta sama á F3 og F4 gerðu. Og já, þá bara er þetta komið í dag. Ég þakka bara kærlega fyrir. Bless, bless.